Komið sæl, kæri gestir, ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessa hátíðar málþings sem haldið í tilefni af því að 150 ár eru liðin frá fæðingu Guðmundar Magnússonar, skálds, rithöfundar, leikskálds, leikmyndamálara og frístundamálara, leikara, náttúruunnanda, ferðagarps og fjallamanns og auðvitað prentara. Hann gekk í Leikfélag Reykjavíkur árið 1898 leið og hann flutti til Reykjavíkur ári eftir stofnun félagsins og var strax umsjónarmaður hússins. Það var því einboðið að mati undirbúningsnefndar að halda þingið hér í dag honum til heiðurs og til að tengjast honum milliliðalaust. Ég heiti Ásta Kristín Benediktsdóttir, lektor við Háskóla Íslands í íslenskum bókmenntum. Ég kom ekkert að undirbúningi þessa þings, ég bara hér til að stýra umræðum og sjá til þess að allt fari svona nokkuð settlega fram. Skulum sjá hvernig það gengur. En ég vil þakka kærlega undirbúningsnefnd málþingsins. Í henni sátu Guðrún Nordal, Jón Ingvi Jóhannsson, Bjarni Harðarson og Viðar Hreinsson og ennfremur þeim sem stóðu að málþinginu, en það haldið með fulltingi Rithöfundasambands Íslands, Háskóla Íslands og Árna stofnunar. Við ætlum að hlusta á 8 erindi hér í dag. Tökum okkur kaffihlé eftir fyrstu 4 og hlustum svo á hin 4 erindin eftir kaffihlé. Á mælendaskrá eru Guðrún Nordal, forstöðumaður Árnastofnunar, Hrafnkell Lárusson, sérfræðingur við Þjóðskjalasafn Íslands, Sveinn Ingvi Egilsson, prófessor við Háskóla Íslands, Hlynur Helgason, dósent við Háskóla Íslands, Jón Ingvi Jóhannsson, lektor við Háskóla Íslands, Guðrún Steinþórsdóttir, sjálfstætt starfandi fræðimaður, Atli Antonsson, doktorsnemi við Háskóla Íslands og Guðmundur Andri Tórsson, rithöfundur. Og þau ætla að fræða okkur ýmsar hliðar Guðmundar Magnússonar eða Jóns Trausta. Ég sérstaklega ánægð með og þakklátt fyrir að hafa fengið að taka þátt í þessu hér í dag, þó aðeins lítið sé. Hann var langafa bróður minn, hann Guðmundur, þannig að þó ég viti nú endur ekki mikið kannski þau fjölskyldutengsl minn, þá er ég mjög glöð og þakklátt fyrir að fá að vera á þessum málþingi í dag, hlusta á ykkur öll og eyða þessu síðdegi hér með ykkur. En ég heldur skulum bara vinda okkur í dagskrána, þannig að fyrsta mælendaskrá er Guðrún Nordal, forstöðumaður Árnastofnunar, sem ætlar að flytja okkur erindið Höfundur verður til, frá Guðmundi til Jóns Trausta. Gjörðu svo vel. Kæri gestir, til hamingju með daginn. Til hamingju með afmælið Guðmundur Magnússon. Ævi Guðmundar lyginni líkust. Sagan af því hvernig hann komst úr sárri fátækt á sléttu, nú gerði ég eitthvað að mér, til þess að verða einn ástsælasti höfundur landsins. Hann var einbeittur og fjölhæfur, breyskur og viðkvæmur, frakkur og hugrakkur og ekki við eina fjölina feldur, en rekinn áfram á ástríðu og sköpunarþörf. Í dag vonustu við til þess að varpa ljósi á alla þessa fjölbreytni í fari hans og lífi, úr hvaða samengi hann sprottin. Hér sjáuð hann, Guðmundur allt í kringum Jón Trausta þar sem sestur í stólinn. Þetta nú alveg rétt svona tímanlega séð. Guðmundur var sannarlega höfundur eigin ævi og það því gagnlegt kannski að varpa upp nokkrum vörðum í ævi hans bara þannig þið hafa þá þessa vörður í huga. Fæddur 1873, fer af sléttunni 1891, svo í fyrir austan þessi 5 ár sem við komum að á eftir, dvelur svo í Kaupmannahöfn 2 ár og kemur síðan til Reykjavíkur 1898 og hér hann í 20 ár og tekur síðan nafni Jón Trausta ekki fyrir 1906. Sögu hans hefur verið líkt við ævintýri af mörgum sem hafa skrifað hann síðan. Öskubusku sögu eða ævintýri Karlssoninn sem vinnur Kongsríkið. Hann reis úr engu, hafði aðeins hæfileika sínar og gáfur, ástríð og baráttuþrek og auðvitað trúna á sjálfan sig í Malnum þegar hann lagði af stað frá Öxarfirði. Hann naut vitaskuld engrar formlegrar menntunar frekar en annað alþýðufólk en gerði allt til að mennta sig sjálfur, sífellt starfandi og lesandi alla sína tíð. En þrátt fyrir lýðhylli og vinsældir
eftir hann tekur nafnið Jón Trausti, fannst honum hann alltaf utan gátta hjá mentandi og ráðandi stétt, kannski of meðvitaður uppruna sinn og þar með of höfundsár, og fljótur að snúast til varna engum þegar gagnrýnin kom frá mentamönnum eða skáldum. Hann skrifaði öll sín rit í hjáverkum, líklega oft þrotin af kröftum. Hann segir svo í brefi til Þorvalds Thoroddsen í mars 1913 að næsta ár, það 1914, hafði ég hugsað mér að hvíla mig. En ég veit þó ekki hvort ég get það, því að ævin stutt og of mörg söguefni, þótt smá séu eru enn óunnin. Ég þarf ekki að skrifa svona mikið til að halda þessum versta styrk, aftur svona listamannulaunin á þeim tíma, en ég skrifa af þörf, þetta hans eigin undirritun. Ég myndi ekki geta stillt mig það, þó að ég hefði engan styrk og það að skrifa á nóttinni eftir 10 stunda vinnu eins og á dögum höllu, leysingar og borga. Skáld ég ei en huldukonan kallar. Honum lá mikið á hjarta, það alveg augljóst, og þegar litið á afköstun ekki að furða að misfellur finnist, stundum á verkum hans, ekki síst í seinni skáldsögunum. Hann vildi koma þeim hratt út, oftast nær bók á ári eða 2, eins og hann segir í bréfi. Viðvíkjandi síðustu bókminni vil ég taka það fram að mér líkar síðari sagan hverginari vel, svo hann var nú krítiskur og sjálfan sig. Hún skrifuð í allt og mikilli þreytu og ber þess menjar. Kvæðin eru skást, en orti ég það, eða kvæðið, en orti ég það meðan ég hafði minna að gera. Verk hans lifðu áfram með þjóðinni langt fram eftir 20. öldinni og nutu sögur hans mikillega vinsalda meðal almennings og enn syngjum við Draumalandið, það var gaman að heyra það í hádegisútvarpinu, og ég vil elska mitt land sem birtust í Íslandsvísum árið 1903 eða fyrir 120 árum. Bakgrunnur hans sjálfs hefur örugglega haft sitt að segja, þessi merkilegu bakgrunnur sem lifði með þjóðinni, og einni heildarútgáfan af verkum hans 1940 sem afi minn, Guðjón Ó, gaf út með formála Stefáns Einarssonar og seldist vel. En verk hans hafa engu að síður fallega mest í gleymsku og hafa þau að mínu mati ekki verið endurlesin með skýrum og nákvæmum hætti inn í íslenska bókmennta og menningarsögu eins og hún sögð frá lokum 19. aldar og fram að stríði. Segja má að umfjöllunum hann sé ofta tíðum klísukent, eins og vill nú verða oft þegar við förum að endurtaka það sem áður hefur verið sagt, það sem hann skoður út frá þröngu sjónarhorni sem ósveigjanlegur íhaldsmaður, sveitamaður sem heyrir sögunni til. Ég vona að þetta þing verði þess að við rannsökum markvissar þá alþýðuhöfunda sem brjótast óvænt fram á ritföllin á þessu frjóa umbreytingatímabili sem ól hann og mótaði. Fræðumæðurinn Arnheiður Sigurðardóttir stemdi að ritun ævisögu Guðmundar og var búin að safna til hennar talsverðu efni. Afraksturinn birtist í 3 greinum í Skírni 1975 og síðan í Andvara 1992 og 1993, þar sem hún miðlaði athugunum sínum á heimildum árin á Seyðisfirði og í Höfn og á fyrstu árin í Reykjavík, en lét þar við sitja. Hún lýsir Guðmundi en ekki höfundinum Jóni Trausta sem hóf að skrifa skáldsögur árið 1906. Greinarnar gleyma mikinn fróðleik en enn býður verkefnið að setja Guðmund í samhengi við strauma sinnar tíðar, skilja hann og túlka til hlítar. Ég frekk frá frænda Arnheiðar, Sigur Jónssoni frá Arnarvatni, þau gögn sem eftir Arnheiði liggja og þar einkum að ræða afrit brefa hans til Þorvalds Thoroddsen sem varðveitt í Konungsbóklega í Höfn, en bref Þorvalds til Guðmundar eru varðveitt hér í brefasafni Guðmundar á Landsbókasafni. Brefaskiptin eru frá tímabili 1912 til 18 á seinni hluta ævi Guðmundar. Hann lítur á Þorvald sem trúnaðarmann sinn, vin og mentor og einlægur engalíf sitt og líðan í þessum brefum og eru þau því einstakar heimildir þangangang hans og innra líf síðustu árin sem hann lifði og þá baráttu sem var mikil, sem hann háði við sjálfan sig og líka aðra. Brefið sem við gluggum aðeins í dag gæti verið inngangurinn af ævi hans fremur en eftirmálin. Guðmundur var í miðju brefi til Þorvalds þegar hann lést. Stoltið dramatískt. Guðmundur óx upp í mikilli örbirgð á nyrsta oddi landsins, fæddur á Rifi á Sléttu þann 12. febrúar 1873. Þetta mynd sem hann sjálfur málar og segir að þetta sé bærinn á Sléttu 1873. Og þetta harðindatími þegar los komst á fátækt fólk eftir að vistabandinu var aflétt.
Ef litið til umhverfis hans í æsku afrek hans því undraverðara. Hann var ekki einn að brjótast úr vægðarlausum aðstæðum á þessum tíma. Mörg ungmenni í lægstu stétt samfélagsins sem fæddur eftir 1850 eigðu ný tækifæri, yfirgáðu heimaslóðir í leita nýju og betra lífi eða yfirleitt lífi. Konur jafnt sem karlar fluttust í þorpin sem spruttu upp þegar sjávarútveginum óx fiskur hrygg. En 50 þjóðarinn sagði þvert nei. Tók sig algjörlega upp og yfirgaf landið, þar á meðal systir hans Ragnheiður. Þessar ferðir voru allar án fyrirheits en þau höfðu alltaf vinna og engu að tapa. Ævi Guðmundar þannig tími mikilla hræringa í íslensku samfélagi sem var á upphafsreit og þar sem frumkvöðlar voru á hverju horni. Allir voru fyrstir í einhverju. Hann lifi bernsku og upphafsár skipularar menningar og skólastarfsemi og tímabilið fram að fyrra stríði einkenndist af heimastjórn með öllum þeim erjum og rifrildum sem henni fylgdu, eftirvæntingu, bjartsýni og frumherjakrafti, jafnvel stofnaður háskóli, en síðan lagði skuggi fyrri heimsstyrjaldarinnar yfir. Maður finnur það í bréfunum þarna milli þeirra Þorvalds og Guðmundar með vöruskorti og svo koma harðindi, eldgos og auðvitað drepsótt. Og allt var breytt, ekki síst ráðandi skálskapasmekkur, þarna 1918 eins og við þekkjum, sem var þó ekki endilega í takti við skoðun eða álit almennings fremur en endranær. Guðmundur fegraði ekki sveitalífið, eins og gjörla maður sjá í bókunum Höllu og leysingu. Hann var framfarasinnaður og snortur af þeim hræringum sem voru allt í kringum hann. En utan kannski var hann líka einhvern veginn beggja blands. Hann skynjaði og fagnaði að samfélagið var að breytast. Og þetta skemmtilega tilvitnun í bréfi til Þorvalds 1. október 1915. Sjómannastéttin okkar ber nú orðið langt af bændastéttinni. Til dæmis þola betri bændur í sveitum og jafnvel prestar, og hann var nú ekki hrifinn af prestum eins og við vitið sem hafa lesið bækurnar hans, engan samanburð við trollara skipstjórana af menningu og manntaki. Þar í fáum árum sprottum upp heil stéttmanna sem saminar menntun og dugnað og efnilegt sjálfstæði. Það langsólítasta stéttin sem Ísland á sem stendur. Og svo segir hann, ég vildi að Guð hefði gert mig að trollarakaptinni en ekki sagnaskáldi. Þá hefði ég kært mig kollóttan þakklæti þjóðarinnar. Á Íslandi það sitt hvað að geta skrifað skáldsögur og unnið sér brauð. Og orðstýrin, hann snýtur maður nú ekki fyrir í hinu lífinu þegar maður hlustar á líkaræðinu sína ef Guður lofar. Arnheiður hefur heimildi fyrir því strax á Mjóafirði hafi strax komið fram 2 lindisengunir hans, viðkvæmni og rík sjálfsvitund, eins og hún kallaði það. Þetta getur verið alltaf erfiðar andstæður. Eiginleika sem gerði honum oft erfitt fyrir. Mörgmunnu þótt hann allfrakkur, en annars hefði hann varla haft kjark til að taka þetta ritsa skref út í heiminn, á nokkurs örgisnets. Hann varð að trúa á sjálfan sig. Hann var líka ófeiminn við fyrirmenn og tók svari vinnufólks ef markam að vísu sem honum kennt frá þessum tíma. Anna kom strax fram sem dálítið skemmtilegt. Hann þótti frárafæti, fljótur í sendiferðum. Þannig var hann alla ævi, fljótur í förum, fljótur að skrifa, fljótur að vinna, eins og hann mætti engan tíma missa. Eftir hálfs annars dvöl á Mjóafirði komst hann undir verndarvæg Skafta Jósefssonar, útgefanda Seyðisfirði. Þetta mun Hrafnkell koma náttúrulega miklu meira inn á eftir. Prentsmiðjan var á heimili Skafta, þar var menningar miðjan í bænum og þar bjó Guðmundur. Í austra birtist fyrsta ljóðsmið hans á prenti árið 1893 og fleiri á næstu árum. Og Seyðisfirði hitti Guðmundur Þorvald Thoresen sem átti eftir að hafa þessi miklu áhrif á hann og vera hans trúnaðarmaður síðustu ár ævinnar. Guðmundur hefur án efa fylgst með ferðalýsingum Þorvald sem höfðu birst þessi árin í Andvara, sem eru svona aðdraganda lýsingu Íslands, en 1894 Þorvaldun komin til Seyðisfjarðar úr reisu sinni Skaftafellssýslur og það Guðmundur sem yrki kvæði honum til heiðurs sem birtir í austra sama ár. Fátæki prentsveitnin komin með annan fótinn upp á skáldabekkin og fann sumum nógum. Og þetta finnur hann strax. Sumarinn 1896 fór hann til Danmerkur, hugsanlega til að feta í fótspor þjóðskáldanna, en hann auðvitað fór með 2 hendur tómar, fátækur drengur. Guðmundur sagði löngu síðar Kaupmannahafnar árin,
Ég barðist, hann segir þetta á dönsku, þessi með dönsku tilvitnunina en ég segi þetta á íslensku. Ég barðist þar mínar 9 til 10 stundir við hungrið en það sem eftir var dagsins fyrir hugsjónum mínum. Fyrrnefnda baráttan gekk illa en hinn síðari skár. Hann fróðleiksfús, nýtir sér bókasöfnin, leggur áherslu á að lesa og mennta sig. Dáði Georg Brandes og því ekki undra hann hafi neykst til ritunar raunsæðis skáldsagna. Arnauður getur þess að hann hafi fundið fyrir rætni frá hafnar Íslendingum á árunum sínum í Höfn. Hún getur ekki heimilda en hún segir þetta í greininni. Hann upplifir sig sem olnbogabarn. Það sem mætir mestu tíðundum er að hann nýtur 2 styrka síðar í veturinn, annars það sem hann nýtur aftur meðmæla frá Þorvaldi og það var til að læra leikmyndamálun og líka til að fylgjast með vinnunni í Dagmarleikhúsinu. Mjög líklega hefur hann séð leikhúsið sem framtíðar starfsvettvang eða möguleika fyrir sig brúna inn í bókmyndirnar. Hann þurfti þetta að lifa af. Þegar hann kemur til Reykjavíkur 1898, líkvæntur konu sinni Guðrúnu Sigurðardóttur, ganga þau strax í leikfélagið. Guðmundur var umsjónamaður Iðnó, þessa hús, fyrstu árin og málar leikmyndir hérna fyrir sviðið, sem eru allar náttúrulega glataðar, og leikur með þess hlutverk. Það er nú ekki voðalega góða dóma, en leikur hlutverk. En árið síðar fær hann fastan samning hjá Ísafoldarprentsmiðju. Lífið var þó engin dans á rósum. Þau mistu Dagmar, engadóttur sína, og varð ekki fleiri barna auðið. En árið 1903 taka þau fósturdóttur, Mörtu Magnúsdóttur, ömmu mína. Móður hennar var þó orðin ekkja, sárfátæk með 9 börn. Guðmundur segir þessi fyrstu ár: framan af búskapnum börðust við sárustu fátækt og þar á ofan heilsuleysi mitt. Nú bætt úr hvoru tveggja, þetta er árið 1916, þó ekki megi mikið út af brera. Leikhúsið og ljóðlistin tókast á í honum fyrstu árin, kvæðabókina Heim og erlendis kemur 1999, þetta verður aðeins betur síðar og 4 árum eftir gefur hann út Íslandsvísur sem handrit. Og þessum árum barðist hann líka við berkla, þess að það alltaf verið eitthvað baráttu á alla leiðina og þurfti að taka sér margra mánaða hvíld til að ná kröftum. Og hann náði sér nokkurn veginn. Og árið 1904 fékk hann styrk til námsvarar fyrir tilstyrkan Hannesar Hafstein sem hann nýtti til að ferðast til Sviss, Hollands og Englands. Hann var alltaf að leita til menntunar. Seinna Ingumur ræða viðtökur Íslandsvísna sem munu hafa valdið því að hann hafi talið fullreynt á vettvangi kveðskapar og hann sneri sér að skáldsögum. Og hann segir: þegar ég byrjaði að skrifa sögur var ekkert viðlit að birta þær undir mínu nafni. Þá fyrst sögurnar höfðu unnið sér góðan orðstýr undir dulnafninu var vogandi að segja til höfundarins. Beiskjam sem þetta vakti skapi mínu kemur einna skýrast fram í Borgum og leysingu. Borgir og leysing eru samtímasögur og kom út 1907, ára eftir að Halla kemur út 1906, sem náttúrulega byltingasagan. En síðan koma Barnið, Grenjaskittan, Fylgsnið og Þorradægur á hverju ári til 1911, sem eru þessi heild Höllu og Heiðabílsins. Það held ég, við getum verið sammála kannski það að þessi ár voru frjóasti kaflinn í lífi hans og skáldskap og sögurnar jafn bestar. Hann bjó sig til með höfundarnafninu Jón Trausti, þetta var klettur úti við Rauðanúp á sléttu, þar sem hann ábyggilega sjálfur hafði klifið, sem skapa honum frelsi og svigrum til að skrifa það sem hann langaði til og til að blómstra. Höfundurinn var til. Þessi tími var þó ekki án áfalla því að árið 1910 þegar þau Guðrún eru loksins búin að koma undir þessu fótunum, missa þau íbúð sína og alegu í eldi. Erfiðleikarnir riðu ekki við eintemming, en það þurfti að rísa upp aftur. Þegar hann hafi lokið við Höllu og Heiðabíði vendir hann kvæðið sín í kross og snýr sér að sögulegum skáldsögum. Árið 1912 birtist fyrra bindi af sögum frá Skaftareldum sem Atli talar og eftir og hann síðan rekur hvert verkið annað. Augljóst að skrifum hans að sögulegu skáldsögurnar sprett úr ríkri menntunarþrá. Það raunur grunnurinn af þessum sögum og áhuga á sögu Íslands að þekkjana. Hann sækir í söguefni fortíðar til að miðla sögum erfið örlög og sogast af persónum sem synda á móti straumnum, rís upp gegn reglum samfélagsins og þeim aðstæðum sem þeim eru búin. Eins og Janna frá Stóruborg, sem var bók sem hann fann svo skemmtilegt að lesa í gamla daga.
Oft sagt að Guðmundur hafi breyst úr raunsæjum höfundi í rómantíska höfund að því hann hætti að skrifa samtíma viðburði, en það frekar að hann færi sögusviðið til. Eins og fram hefur komið var Guðmundur í miklum bréfaskriftum við Þorvald Thorlarsson síðustu ár ævi sinnar. Hann lýsir í bréfi frá 27. janúar 1915 einmannleik sínum og einangrun. Þá náttúrulega komið stríði líka, þetta þessi stríðstími, skugginn komin yfir allt og innilokun frá andlegu lífi sem að fylgifiskur þessa alþýðu manns alla tíð. Eitt til sem þeir vísindamennirnir hafi líklega lítið af að segja, en vesaling skáldin því meira, það efinn. Og hann undirskrifaði þetta. Efinn. Efinn það að verkið sé nokkurs virði. Efinn að maður sé það sem maður vill vera og segist vera. Þessi demon lætur ekki að sér hæða. Oft hef ég hugsað ævintýri Parasate í 1001 nótt, þar sem allt undir því komið að líta ekki við. Það hörð raun, hvað sem ágengur, þó það eina ráðið að líta ekki við. Það segir Þorvaldur líka við hann, líta ekki við, horfa fram á veginn. Ég fremur einmanna, innilokaður frá öllum andlegum félagskap sem fremur lítið hér í bænum og lifi lífi mínu í lestri og starfi. Guðmundur Rauðveitur í vissum skilningi að setja sig á svið í bréfunum, við verum auðvitað kannast við það, en einlægni hans og hispursleysi eigin hag mjög eftirtektarverð og hver hreinskilur hann við sjálfan sig og sín kjör. Á sama tíma og Guðmundur skrifa þessi orð á Grundastíg 15 í Reykjavík, þar sem þau Guðrún byggðu sér hús árið 1915 með litlum blómagarði sem hann unni, eins og framkemur í samtímafrásögn, elskaði blómin sín. Ungur drengur í Laxnesi að lesa bækur hans, upp til agna eins og aðri Íslendingar. Halldór Laxness segir svo frá dælæti sínu á bókum Guðmundar í túninu heima og klikkir svo út með orðin sem við getum tekið undir. Jón Trausti, Guðmundur Magnússon frá Hrauntanga í Öxarfjarðarheiði stendur mér fyrir hugskotssjónum sem einn mesti undramaður að verið hafi í íslenskri sagnasmíð fyrr og síðar. Allir vetur mínir heima tengdir minningunni nafn þessa manns og verka hans. Kæru gestir, saga Guðmundar saga manns sem þráir að finna sköpuna þrá sinni farþeg og leggur allt undir. Að reyni fyrir sér á mörgum sviðum í kveðskap sem leikhúsmálari og leikskáld, í samtíma skáldsögum og loks sögulegum skáldsögum. Hann fær ekki sæti á skáldabekknum, ekki fyrir hann sjálfur kominn í hvarf. Höfundur verður til þegar hann getur loksins skýlt sér á bakvið höfundanafnið. Það lítur hafa sært eilítið. Leyft verkinu að spjara sig upp á eigin spýtur án þess að gagnrýnendur væri með hugan við persónu höfundarins og hvaðan hann kom. Og þá sló hann í gegn. Snæfellsjökull, mynd eftir Guðmund frá 1914. Sá þáttur í lífi hans sem tengir öll tímabilin í ævi hans saman óslökkvandi áhugi á náttúru landsins, ferðalögum og fjallgöngum. Ferðalýsingar hans sem hann skrifar alla ævi, svona inn á milli og í bókunum að sjálfsögðu, safaríkar heimildur hvernig hann horfir og umhverfið sitt og afstöðu hans til víðerna landsins og óbyggðana, ekki síst óbyggðana. Á þessari mynd af Snæfellsjökli skoðar hann mannin í náttúrunni, sjálfan sig, gagnvart hinu mikla furðuverki sem jökullinn var. Upp á fjöllum fann hann hugarsvölun frá erfiði og þrasi dagsins, einn upp á fjallstoppi eða upp á heiði, og þetta segir hann sjálfur í bréfum. Hann var næmur, lýsandi þess sem fyrir augu bar, nákvæmur, og það var vel við að eitt það síðasta sem hann skrifaði sé ítarleg lýsing á Kötlugosinu í október 1918, auðvitað í bréfi til Þorvalds. Aðeins nokkrum vikum áður en hann var allur 18. nóvember 1918. Takk fyrir.
Kæra þakki Guðrún, ég aðeins að vinna í tæknimálum hérna leið og ég að huga því að kynna næsta erindi. Þetta blik. Það var smá tölvuvissin hérna áðan en ég sýnist við hafa mist hérna eina glærukýringu fyrir ekki. Hún ekki, hvað hét hún á hérna? Ok. Herru, þá þarf ég. Afsakið þetta, spjallið bara smá stund, við meðan við rættum þessu. Takk. Jón Trausti, þetta hérna, þessi hérna. Flottur, þetta er bara einfalt mál. Svona. Geggjað, takk. Ertu með tappan á hún? Já, fyrir ég held á hann hérna. Herru, þá erum við tilbúin. Fyrirgefið þetta kærlega, innilega fyrirgefið. Fyrirgefið þetta kærlega. Næsti sem flytur okkur erindi Hrafnkell Lárusson sem þurfti að hlaupa hérna upp á svið og aðstoða mig við þetta. Sérfræðingur við Þjóðskjalasafn Íslands. Hann ætlar að flytja erindi sem kallast Seiðfiski, aldamóta bærinn og Austurland í 2 skáldverkum. Gjörðu svo vel, Hrafnkell. Takk fyrir, gaman að vera hérna og gaman að sjá svo marga hér mæta. Í bók sinni, í túninu heima, nú tek ég svolítið upp þráðin eftir Guðrúnu sem endaði á í að vitna í Halldór Laxness. Í bók sinni, í túninu heima, myndist Halldór Laxness skáldbróður síns Jóns Trausta og Íslands samfélags aldamótanna 1900. Halldór dáðist að afköstum Jóns Trausta síðustu 10 árin á rithöfundaferli hans, mann sem jafnan stundaði launavinnu til að lifa en hafði ritstörfin í hjáverkum. En hann undraðist einnig hvaða Jón Trausti hefði fengið hugmyndir sínar og þekkingu í svo fjölbreyttan efnivið. Hvar hafði þessi maður lært ljóðræna náttúrustefnu í epík sem heillar hvern þann sem gefst henni á vald? Menningarástand upphafsára 20. aldar, sagði Halldór. Fyrsti áratugur 20. aldar var enn 19. öldin á Íslandi. Þetta var lærdómstími í fjármálum, verkmenningu, þjóðháttum, stjórnmálum og skáldskap. Þá stóð enn blómatími ættjarðarljóðs og Ameríkuferðirnar. Þegar allir fluttu úr landi sem áttu fyrir fari, að því Matthías Jochumsson skrifaði þá af Akureyri, en eftir sátu aumingjar og embættismenn og grenjuðu ættjarðarljóð Matthíasar sjálfs og annara. Gegn þessum menningarástandi teldi Halldór fram nýjum skáldum sem komu fram á þessum tíma. Höfundum sem áttu sinn þátt í að valda hugarfarsbreytingu, einkum hjá æskulíð landsins. Það nefndi hann Einar Kvaran og Jón Trausta sérstaklega. Hér kemur önnur tilvitnun sem væntanlega dálítið kunnugleg, því að Guðrún notaði hann í sínu erindi. Þannig ég ætla bara ekkert að vera að lesa hana. Engar sýslur landsins urðu fyrir viðlíka brottflutningi fólks á tímum vesturferðana á síðasta fjórðungi 19. aldar eins og Þingeyjarsýslur og Múlasýslur. Þessi staðreynd og það uppgos bókmennta sem Halldór Laxness sá verða á norðaustanverðu landinu aldamótin varð honum umhugsunarefni. Hverju sætir að einmitt í þessum héröðum sem mesta blóðtöku þoldu sækir Ameríkuferðana verður stökkþróun í velgengni og menningu meiri en annars staðar á landinu hjá þeim sem eftir sátu.
má vera að hér séum að ræða 2 lausnir á sama vandamáli. Fara burt og leita betri hluta eða vera kyrr og efna til betri hluta heima. Halldór gat sér þess til að megin ástæðan hafi legið í tengslum norðaustur og austurlands á þessum tíma við Noreg, sem þá var á miðju skeiði þjóðlegrar endurvakningar og blómberandi menningu með stórskáldum. Uppgangi eystra hafi fylgt útgáfustarfsemi bæði blaða og bókaútgáfa. Sveitaskáld þessara héraða hafi þá tekið að lesa erlendar bókmenntir og haft tilvitnanir í Björnsson, Líe, Kelland á Hraðbergi og jafnvel í Strindberg. Jón Trausti hleypti heimdraganum ungur og yfirgaf æskustöðvar sínu í Norður-Þingeyjarsýslu. En hann fluttist ekki vestur heldur til Austfjarða, hvar hann dvaldi nokkur ár á skeið. Í þessu erindi ætla ég að draga upp mynd af því samfélagi sem Jón Trausti gekk inn í eystra. Undir lokin mun ég svo leitast við að greina austfirskar fyrirmyndir í 2 skáldsögum Jóns sem komu út rúmum áratug eftir að hann bjó eystra. Leysingu sem kom út 1907 og Borgum sem kom út 1909. Í grein í Skírni árið 1975 fjallaði Arnheiður Sigurðardóttir Seyðisfjarðarár Jóns Trausta. Greinin hefst á þessum orðum. Snemma vors 1891 kvaddi Guðmundur Magnússon æskustöðvarnar og átti þangað í afturkvæmt síðar. Förinni var heitið til Austurlands þá var framtíðarlandið í vitund fjölmargra. Guðmundur, sem ég mun til einföldunar hér kalla Jón Trausta í þessu erindi þó að hann tæki það nafn ekki upp fyrir rúmum áratug eftir hann fluttist frá Austurlandi. Hann settist að í Mjóafirði og starfaði þar í vinnumennsku og sjómennsku í rúmt ár, en fluttist svo til Seyðisfjarðar og bjóð þar í 3 ár. Þar hóf hann störf í prentsmiðju Austra. Prentarastarfið hentaði vel fróðleiksfúsum mönnum enda margs konar lesefni sem barst prentsmiðjum. En hvernig var umhorfs á Austurlandi á þessum tíma? Hvers vegna var þessi landshluti sem lengst frá Reykjavík framtíðarlandið í vitund fjölmargra, svo vitna sé til orða Arnheiðar Sigurðardóttur? Það mikilvægt að hafa í huga að og fyrir aldamótin 1900 var búsetudreifing á Íslandi allt önnur en nú og forystu hlutverk Reykjavíkur í íslensku samfélagi ekki jafn ótvírætt og síðar hefur orðið. Þéttbýli á Íslandi var í örum vexti á árunum 1890 til 1915. Frá upphafi þess tímabils til loka fjölgaði íbúum bæja og þorpa á landinu með 200 íbúa eða fleiri úr því að vera 12% landsmanna 1890 í að vera 44% árið 1915. Á sama tímabili fjölgaði Reykvíkingum úr því að vera 5% þjóðurinnar í að vera 19%. Íbúum Seyðisfjarðar fjölgaði úr því að vera tæplega 400 árið 1890 í tæplega 1100 aldamótin. En miðja 19. öld höfðu búið í firðinum 140 manns á 13 sveitabæjum. Uppgangurinn eystra var mestur á Seyðisfirði og hann var raunar hafinn nokkru fyrir 1890. Á 8. áratug 19. aldar urðu straumhvörf í austfirskri útgerð þegar norðmenn komu fyrst til Seyðisfjarðar til síldveiða. Norski athafnamaðurinn Otto Vatne kom til Seyðisfjarðar 1868 og settist þar að árið 1880. Frá þeim tíma og fram yfir aldamót voru Vatne og síðar erfingjar hans mjög umsvifamiklir í verslun og útgerð ásamt fleiri erlendum athafnamönnum. Austfirsku sjávarþorpin höfðu ekki aðeins aðdráttarafl fyrir þá sem þangað vildu flytja til að setjast að. Þau drógu einnig til sín ástíðabundi vinnuafl, meðal annars útlendinga og sunnlenska sjómenn sem mönnuðu báta eystra á sumarvertíð. Þessi áður afskipti hluti landsins var undir aldamóti 1900 komið með ákveðið ævintýrayfirbragð í hugum margra landsmanna. Einn af megin orsakaþáttum samfélagsþróunar á Austurlandi voru framfarir í samgöngum og sjó. Það átti ekki aðeins við strandsiglingar, heldur ekki síður millilandasiglingar. Strandferðir póstskipa frá Danmörku hófust árið 1876. Á síðasta áratug 19. aldar komu svo á reglulega siglingar milli Austfjarða og Noregs og Danmerkur. Í upphafsávarpi Austra árið 1891 fullyrti Skafti Jósefsson ritstjóri að Seyðisfjörður væri þá sá kaupstaður landsins sem væri í bestum tengslum við útlönd og þar væri auk þess mestur uppgangur á landinu. Strandferðaskipin kæmu fyrst til Seyðisfjarðar og þaðan væri auk þess reglulega siglingar skipa Otto Vatne.
Þorsteinn Erlingsson, skáld og ritstjóri Seyðfirðska blaðsins Bjarka árin 1896 til 1900, gerði tengsl Austurlands við aðra landshluta og útlönd að umtalsefni áratug eftir að Skafti gerði þau að umtalsefni. Og hann sagði: samgöngur eru hér góðar við útlönd, svo við fáum útlend blöð hingað vikulega mikinn hluta árs, en milli landsfjórðungana eru þær auðvitað jafn ótækar hér sem annars staðar. Þorsteinn Erlingsson ritaði lýsing af aldamótabænum á Seyðisfirði sem birtist í tímaritinu Eimreiðinni árin 1902 og 1903. Þar gerði hann muninn á Seyðisfjarðarkaupstað og hinum 3 kaupstöðum landsins, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði, að umtalsefni. Seyðisfjarðarkaupstaður væri yngstur og hefði annað yfirbragð, honum svipaði til erlendra landnemabæja. Í bænum var að sögn Þorsteins hvorki embættis né bæjaraðall. Eftir þekkingu minni á spurnum af öðrum bæjum og þorpum á Íslandi hygg ég að þessi einkennilegi mannjöfnuður sé nokkuð einstakur hér og sé eitt af því sem gefur lífinu hér dálítið sérstakan svip og bænum sérstakan brag. Matthías Þórðarson, rithöfundur, var búsettur á Seyðisfirði aldamótin 1900. Í endurminningum sínum lýsti hann bæjarbrag í 3 skiptum kaupstaðnum, þar sem aldan var að mestu byggð Dönum en einnig Norðmönnum og Íslendingum, Búðareyrin var mestmegnis byggð Norðmönnum en Vestdalseyrin eingöngu byggð Íslendingum. Matthías sagði mest bera á útlendingum í bænum ef frá væru taldir sýslumaður, læknir og ritstjórar blaðana sem voru íslenskir. Í bænum var að hans sögn almennt töluð dansk-norska nema á Vestdalseyrinni. En hvernig var mannlíf í landnemabænum á Seyðisfirði og fyrir hvaða áhrifum líklegt að Jón Trausti hafi orðið þar? Samtímaheimildum ber saman að samhliða vexti bæjarins og uppgangi atvinnuvega hafi menningarlífið vaxið og elfst, bæði í formi skipulegs félagastarfs og menningarviðburða. Góðtemplarahreyfingin hefði þegar skotið rótum á Seyðisfirði Jón Trausti fluttist þangað og hreyfingin byggði þar samkomuhús sem meðal annars var vettvangur leiksýninga. Arnheiður Sigurðardóttir segir að þar hafi Jón Trausti fyrst komist í kynni við leiklist og var sannfærð að dvöl hans á Seyðisfirði hefði verið afdrifarík fyrir þá stefnu sem líf hans tók eftir það. Hún segir: hér urðu fyrstu kynni hans af kaupstaðarlífi. Atvik, myndir og mannlífsbragur sem greiftust í vitundans. Í höfuðstað Austurlands sem þá bar einna hæst bæja hér á landi, opnaðist honum ekki aðeins heimur erlendra bókmennta, heldur einnig lista þótt í smáum stíl væri, þar sem var leiklistin. Allan tíman sem Jón Trausti var í þjónustu Skafta Jósefssonar í prentsmiðju Austra var hann til heimilis hjá Skafta og eiginkonu hans Sigríði Þorsteinsdóttur og dóttur þeirra Ingibjörgu Skaftadóttur. Þær mæðgur hófu árið 1895 útgáfu blaðsins Framsóknar sem helgað var baráttu fyrir kvenréttindum og bindindi. Arnheiður bendir á Sigríði sem mikinn áhrifavald í lífi Jóns Trausta. Hún hafi látið sér andumann, hvatt hann til mennta og leiðbent honum bókaval. Á heimilinu var margt bóka, auk þess sem Skafti hafði forstöðu með bókasafni Austuramtsins sem stofnað var árið 1892. Þorsteinn Erlingsson var reyndar ekki hrifinn af því safnis að það væri aðalega fullt af dönsku rusli sem að enginn hefði viljað kaupa í Danmörku, en það kannski kemur aðeins inn togstreita milli blaðana. Árið 1893 birtist fyrsta kvæði Jóns Trausta í Austra og í framhaldinu birtist hann nokkur tækifæriskvæði eftir hann. Fékk hann þá fljótlega viðurnefnið Hirðskáld Skafta. Hér mynd af Skafta þá orðnum fullorðnum og mynd af þeim hjónum ungum sem nokkuð örugglega tekin í Danmörku því að þau brosa, það brosti aldrei neitt á myndum á Íslandi á þessum tíma. Stefán Einarsson, bókmenntafræðingur, prófessor í Baltimore og sveitungi minn, það að segja úr Breiðdal en ekki Baltimore, sagði Jón Trausta hafa verið brautryðjanda með hinum breiðu þjóðlífslýsingum sínum og telur hann upp skáldsögurnar Höllu, Leysingu og Borgir í því samhengi. Ég ætla hér að ræða þær 2 síðarnefndu með tilliti til austfirskra fyrirmynda. Sem starfsmaður í prentsmiðju Austra var Jón Trausti í návígi við upplýsingar austfirska samfélagsþróun þessa tíma og ekki síður þau átök sem á stundum urðu. Húsbóndi hans Skafti Jósefsson var enda á tíðum virkur þáttakandi í þeim og meðal annars urðu átök milli hans og kaupmanna á Seyðisfirði megin orsökin á stofnun blaðsins Bjarka. Þar kenndi Skafti öfund umræddra kaupmanna í garð Ottóvatni og umsvifa hans,
en þau var mikið fjallað í austra. Otto Vatne var í rauninni stofnandi austra og réði Skafta sem ritstjóra blaðsins, en Skafti eignaði svo blaðið og prentsmiðjuna ári eftir að útgáfan hófst. Skáldsagan Leysing, kaupstaðarsaga frá síðustu áratugum 19. aldar, fjallar þjóðfélagsbyltingu samtímans, verslunardeilur og viðskiptaátök. Þungamiðja sögunar harðvítug átök milli dansk-ættaðs kaupmannavalds og rísandi kaupfélagssamtaka í litlum bæ á síðustu áratugum 19. aldar. Titillinn vísar til þess hvernig samfélagin var að leysast upp og hugarfarið að breytast samhliða. Stefán Einarsson taldi Leysingu sækja fyrirmyndir sína til æsku Jóns Trausta í Norður-Þingeyjarsýslu. Óvíða á landinu urðu átök milli kaupfélaga og kaupmanna harðari en einmitt í Þingeyjarsýslum, þar sem forsvarsmenn kaupfélags Þingeyinga tókust á við kaupmenn á Húsavík. Nafn bæjarins í Leysingu, Vogabúðir, vísar aukin heldur til Húsavíkur, þar sem vík og vogur hafa áþekka merkingu í tungumálinu, og orðið búð var á þessum tíma æði oft notað sem heiti yfir hús við sjó, samber þurrabúð. Vogabúðir eru kauftún en ekki fullgildur kaupstaður, þó allir líti svo á. Þar eru sýslumaður og læknir sem var raunin bæði á Seyðisfirði og Eskifirði, en ólíkt þeim bæjum var engin blaðaútgáfa í Vogabúðum né heldur á Húsavík. Lýsingar á staðháttum rýma auk þess fremur við Húsavík og nágrenni en við Austfirði. Af þessum sökum tel ég uppruna Leysingar vera mun fremur þingeyskan en austfirskan. En borgir gegnir öðru máli. Skáldsagan Borgir, gamansaga úr Grundarfirði, átök gamalla og nýrra þjóðfélagskrafta, bæði veraldlegra og trúarlegra. Í Borgum réri Jón Trausti á áþekk mið og í Leysingu. Stefán Einarsson leiddi líkur að því að megin fyrirmyndir í Borgum séu sóttar austur á land, en ég tel nær ótvírætt að svo sé. Grundarfjörður sögunar, sem á ekkert skylt við Grundarfjörð á Snæfellsnesi annað en nafnið, virðist mér vera landfræðilegt sambland Mjóafjarðar og Seyðisfjarðar á Austfjörðum. Út með Grundarfirði stór norsk útgerðarstöð sem hinn norski Jónas Prammi ræður yfir og minni lýsing hennar óneitanlega á Asknes í Mjóafirði. Í sögunni nefnist þessi staður Stafnes, en í Seyðisfirði að finna Stafdal. Sjálfur minnir Jónas Prammi nokkuð á lýsingar á Hans Ellefsen, norskum hvalveiðimanni sem árabil var umsvifamikill eystra. Gráfeldareyri, aðal þéttbýli Grundarfjarðar í Borgum, svipar til bæjarhlutana 3 í Seyðisfirði. En hvað snertir staðsetningu virðist Jón Trausti þar velja að víxla staðsetningu prestssetursins á Dvergasteini, sem út með firði í Seyðisfirði, og kaupstaðarins sem við botnfjarðarins. Mikil uppbygging á Gráfeldareyri á sögutímanum, þar næga vinnu að fá, fólk drífur víða að og afkomi heimamanna batnar. Hugarfarið breytist líka, efnishyggja ryður trúrækni úr vegi og kirkjan í fjarðarbotninum verður afskipt. Félagastarf blómstrar þar og þjóðmálablaðið stofnað, þar sem uppgangi innan fjarðarins lýst við mikla hrifningu íbúa. Þetta rímar dálítið mikið við Seyðisfjörð á þessum tíma. Fyrirmynd að persónu konsúlsins á Gráfeldareyri, sem ein af aðal persónum Borga, virðist mér einkum sótt til Otto Vatne. Konsúllinn bæjarkongur. Hann allt í öllu í bænum og hefur alþýðu hylli þrátt fyrir ráðríki. Hann umsvifamestur í verslun og útgerð, en lætur sig samfélagsmál líka miklu varða og sá sem leggur fé til stofnunar prentsmiðju og blaðaútgáfu. Persóna ritstjórans Bjarna virðist mér sköpuð úr 2 austfirskum ritstjórum. Honum svipar til Skafta Jósefssonar margt, meðal annars hvað varðar hversu ötullega hann beitir blaðinu til að verja og lofa velgjörðarmannsinn konsúlinn. En þess má geta að Skafti hét fullu nafni Björn Skafti Jósefsson. En Skafti var hins vegar andstæður fríkirkjum og kom þjóðkirkjunni til varnar á síðum austra. Öðru máli gegndi hins vegar annan austfirskan ritstjóra, Jón Ólafsson ritstjóra Skuldar á Eskifirði. Hann var einn helsti hvatamaður á stofnun fríkirkju á Reyðarfirði. Jón átti síðar þá sem ritstjóri í Reykjavík, og líklegt að Jón Trausti hafi haft kynni af honum þar, en það var Jón Ólafsson löngu fluttur á Austurlandi þegar að Jón Trausti fyrir lítið þangað.
Jón átti síðar sem ritstjóri í Reykjavík eftir að deila hart á samfélagslega áhrif trúar og kirkju og minnir þar á Bjarna í Borgum sem virðist næsta trúlaus og lofar eða hótar sér að gísla við sögulok Borga að hefja opinbera baráttu gegn þjóðkirkjunni. Hlutverk Gísla aðstoðarprests fyrst og fremst að vera sögumaður í Borgum og fæ ég ekki séð að hann eigi sér neina ákveðna fyrirmynd eystra. En öðru máli gegnir sér að Torfa á Grund. Fyrirmynd af skapferli hans og framkomu virðist Jón Trausti sækja til séra Björns Þorlákssonar sem var sóknarprestur á Dvergasteini í fulla 4 áratugi. Meðal annars á þeim árum sem Jón Trausti bjó á Seyðisfirði. Í Borgum séra Torfi í andstöðu við sóknarfólk sitt, söfnuðurinn á að mati Torfa að dansa eftir pípu prestsins eins og verið hefur aldir en ekki öfugt. Torfi valdsmaður og vill láta finna fyrir sér sem slíkum, með þvermóðsku og stífni ef ekki vill betur. Hann lætur sér því í létturúmi liggja þó að fáir sæki kirkju og stendur í vegi þess að kirkjan verði flutt á Gráfeldareyri, þar sem þó flestir íbúar fjarðarins búa. Ætlaða fyrirmynd séra Torfa, séra Björn Þorláksson, sagði Stefán Einarsson. En má og á það minna að prestur Seyðfirðinga á þessum árum var engin veifiskati og lítt við alþýðuskap. Þessi lýsing Stefáns á séra Birni virðist mér síst orðum aukin. Séra Björn stóð í margvíslegum átökum og lagaþrætum við sóknarbörn sín, meðal annars vegna staðsetningar sóknarkirkju. Í Seyðisfirði urðu einnig deilur sem leiddu til þess að hluti sóknarbarna neitaði að þiggja prestsþjónustu af séra Birni og voru dæmi að fólk væri jarðsett við heimahús án aðkomu prests. Í þessum deilum var stofnun fríkirkju hótað þó ekki yrði af því, en 2 fríkirkjur voru stofnaðar eystra á 9. og 10. áratug 19. aldar, hinn fyrri á Reyðarfirði, en svo síðari á Völlum og Héraði. Björn átti sér þó stuðningsmenn, minnst nógu marga til þess að ná að verða kjörin á Alþingi í upphafi 20. aldar. En nú fer að styttast í þessu hjá mér. Í starfi mínu í Þjóðskjalasafni þurfti ég fyrir skömmu að yfirfæra bréfadagbækur amtmanns í Norður- og Austuramti frá þeim tíma sem hér rætt. Amtmenn voru á þessum tíma næst æðstu embættismenn landsins og eftir landshöfðingja og yfirmenn sýslumanna. Skjalasöfn landshöfðingja og amtmanna hafa að geyma fjölda klögubréfa bæði vegna séra Björns og frá honum. Í einni bréfadagbókinni gefur meðal annars að líta eftirfarandi lýsing á efni bréfs sem sent var landshöfðingja þann 24. september 1884. Amtmaður Norðausturlands skýrir frá því að séra Björn Þorláksson á Dvergasteini hafi barið mótpart sinn fyrir sættanemnd og haft við hann heitingar. Þarna var greinilega á ferð valdsmaður sem hefur samt eitthvað skort á bæði sáttfýsi og kristilegan kærleik hjá, allavega í þetta skiptið. Af þeirri mynd sem ég hef hér dregið upp tel ég engan vafa á Austfirðir, þá engum Seyðisfjörður hafi verið megin sögusvið Borga og að í Austfirðs samfélag hafi Jón Trausti sótt helstu fyrirmyndir í persónusköpun sína í þeirri skáldsögu. Mér langar að enda þetta erindi áhrif Seyðisfjarðardvalar Jóns Trausta á hann, líkt og ég hóf það, með því að vitna til skrifa Halldórs Laxness menningarmun íslenskrar kaupstaða aldamótin 1900 sem birtust í bók hans Í túninu heima. Reykjavík stóð fyrir utan þetta útbrot Norðausturlands, nema lagði austfirsku blöðunum nokkra ritstjóra. Meðan danskur og dansk sinnaður borgaraskapur Akureyrar var ögna klór í bakkan, en höfuðstaðurinn við Faxaflóa enn viðjaður í embættismennsku, skólastirni, kaupmannahafnar dýrkun og krambúðarhugsjónir, máttu báðir þessir bæir heita konservatífir í samanburði við norsk innblásnu hvalveiðistöðvarnar austanlands. Í þessu uppstreymi fann norður þingeyingurinn Jón Trausti akademíu sína í prentsmiðju á Seyðisfirði. Takk fyrir mig. Gefur sig fram, þá get ég sagt ykkur það að maðurinn sem var jarðaður við heimahús sitt
af því að hér vorum við aðeins með fjölskyldutengingar áðan, var eiginmaður Arnbjargar Stefánsdóttur sem að Erla Hulda Halldórsdóttir hefur fjallað svolítið hann hét Sigurður Einarsson, en Arnbjörg Stefánsdóttir var systir langömmu minnar. Mjög gott, mjög gott. Kæra þakkir, Rakel. Ættartengsl eru skemmtilega, það ekki? Ég svo glöð að sjá Arnheiði Sigurðardóttur nefnda hér, hún var afasystir mín í hina ættina, þannig að mjög gott. Þá komið að þriðja erindinu, það Sveinn Ingvi Egilsson, prófessor við Háskóla Íslands sem ætlar að flytja okkur erindi Íslands vísur og viðtökur þeirra. Gjörðu svo vel, Sveinn. Komið sæl og gleðilega hátíð. Bókin Íslands vísur ljóð var prentuð hjá Ísafoldarprentsmiðju 1903 og óvenjulegt bókverk. Prentað sem handrit stendur með breiðu letri neðarlega á titirsíðunni. Bókin skreytt myndum eftir höfundljóðana Guðmund Magnússon og Þórarinn B. Þorláksson sem síðar varð þjóðþekktur listmálari eins og þið vitið. Þeir störfuðu báðir í prentsmiðju Ísafoldar, Guðmundur sem prentari og Þórarinn sem bókbindari. 10 árum síðar, 1913, gaf Guðmundur Háskóla Íslands áritað eintak af bókinni og því fylgdi frásögn hans af tilurð og viðtökum hennar. Þetta leið sagan af því þegar hann tók upp höfundarnafnið Jón Trausti, eins og hér hefur verið nefnt. Lýsingin svohljóðandi. Til Háskóla Íslands frá höfundi. Engin bóka minna hefur haft jafnmikil áhrif á líf mitt og þessi. Hún svo til komin að árið 1902 var ég veikur af tæringu. Var ég þá sumartíma í sveit og fékk þar allgóðan bata sem leiddi til algers bata á þeim sjúkdómi. En allt það ár var ég atvinnulaus og hafði þá ekkert til lífsframfæris. Tók ég þá það ráð að ég sendi út boðsbréf að þessari bók, það að segja Íslandsvísum, til bókamanna allt land. Vel getur verið að allmargir þeirra hafi skrifað sig fyrir bókinni til að styrkja mig. 300 boðsbréf voru send út og 120 áskrifendur fengust þá þegar. Nokkrir bættust við síðar. Upplagið var þá aðeins haft 150 eintök. Kostnaður varð allur 400 til 500 krónur. Ég held að hann eigi við það sem styrktarmennirnir kostuðu til. Og 400 til 500 krónur segir Guðmundur Jónsson sagnfræðingur mér að jafngildi nánast árslaunum verkamanns á þessum tíma og hálfum árslaunum bókbindara eða verslunarmanns. Þannig að þetta veruleg upphæð. Sem sé, kostnaður allur sem ég skil sem ágóði Guðmundar var 400 til 500 krónur og varð mér því þetta sá styrkur sem studdi að því að bjarga mér til lífsins. En svo var ráðist af bókina af svo miklum ódrengskap og illgirni af manni sem sjálfur keppti skálda heiðunum við mig og ekki gat unnað mér ferðastyrks þess ég fékk þessar mundir. Mér sárnaði þetta því meira sem langfæstir þeirra sem ritdóminn lásu áttu kost á að sjá bókina sjálfa. Það var við búið eitt skeið að þessi ritdómur reiði mér að fullu. Lengi varð ég að fara huldu höfði í blöðum og tímaritum með kvæði mín því að enginn vildi við þeim líta. Loks þreyttist ég á að yrkja kvæði og gast upp við það að mestu. Og þegar ég byrjaði að skrifa sögur var ekkert viðlit að láta þær birtast undir mínu nafni. Þá fyrst sögurnar hafði unnið sér góðan orðstýr, undir dularnafninu var vogandi að segja til höfundarins. Vel getur verið að aðfinnslurnar hafi allar haft við nokkur rökastyðjast,
Sum rökin hafa þá að minnstakosti verið hæpin, en mér var hvergi sannmælis und. Og svo bætir Guðmundur við, á líkan hátt hafði Guðmundur Friðjónsson verið nýtur nokkru áður og hygg ég að hann hafi aldrei beðið þess bætur. Og hann heldur áfram, hann Guðmundur Magnússon, tilgangur menntamannana sýndist vera sá það skeið að unna engum alþýðumanni, það ólærðum manni, bókmennta orðstís. Og undir þetta rita Guðmundur sem sé 29. október 1913. Í erindinu verður hugað að viðtökum Íslandsvísna, enda óhætt að segja að þær hafa orðið afdrifaríkar fyrir höfundarferil Guðmundar Magnússonar eða Jóns Trausta. Auður Aðalsteinsdóttir víkur að þeim í riti sínu þvílíkar ófreskjur, vald og virkni ritdóma á íslensku bókmenntasviði og Kristján Albertsson hefur einnig fjallað í blaðagrein þá hörðu gagnrýni sem annað verk Guðmundar, ljóðaleikurinn Teitur 1903, sem sé sama ár og Íslandsvísur kom út, fékk á þessum tíma. Fyrsta ljóðabókans Heim og erlendis 1899 hafði einnig hlotið dræma viðtökur. Hér ekki ætlunin að fjalla bókinni Íslandsvísur sem slíka, en í henni eru ýmis ljóð sem hafa lifað og orðið vinsæl í sönglögum, nægir þar að nefna, eins og Guðrún nefndi áðan, hinn alkunnu ljóð Draumalandið og Ég vil elska mitt land. Með það í huga eiginlega með ólíkindum hve illa Íslandsvísum var tekið á sínum tíma, eins og hér verður rakið. Það voru engir aukvisar sem tóka sér að gagnrýna ljóðabók þessa unga alþýðumanns og prentara. Þjóðskáldið Matthías Jochumsson birti ritum Íslandsvísur í blaðinu Gjallarhorni 1903. Hann fer frekar jákvæðum orðum Guðmund og ýmislegt í bókinni. Þó ekki allt sem sýnist í ritdóminum og það sem í fyrstu virðist vera lof reynist blandað lasti. Matthías kemst til dæmis svo að orði og ég vitna. Ljóðmæli Guðmundar Magnússonar eiga yfirleitt vel við mig og engum stefna hans og viðleitni. Að kjósa sér texta eða yrkisefni til lærdóms og örfunar fyrir lífið, þetta undirstrikað. Og að því leyti kalla ég að höfundur sé gott skáld. Þjóðlegt, tímabært og menntandi. Að manni sem náð hefur töluverði menning af eigin ramleik og jafnan barist við böl og blekkingar, segir Matthías, þykir mér mikil furða að fá slíka gjöf sem þessi ljóðmæli eru. Fyrst ég las þetta þá fannst mér þetta, alltaf Matthías jákvæður og góður við yngri kynslóðina, svo las ég þetta aftur og sagði, sem sé, hið jákvæða því skilyrt í dómi Matthíasar. Hann segir að ljóðmælin eigi vel við sig, það merkild orðalag. En þó öllu frekar sú stefna og viðleitni sem hann telur sig grenn hjá skáldinu að vilja stuðla að lærdómi og örfun fyrir lífið, aðeins að því leiti sér skáldið gott, þjóðlegt, tímabært og menntandi. Í raun ekki verið að hæla skáldinu eða skáldskapnum, heldur viðleitninni. Þetta það sem í almennu tali kallað að fordæma með daufu lofi. Þetta gróf þýðing á enskunni sem sé damning with faint praise. Og Matthías heldur áfram að snúa upp og jákvæð ummæli í dómi sínum og hann segir: höfundinum hefur víða tekist vel með texta sína, segir ekki ljóð, með texta sína og fyrirbregður ekki sjaldan, hann skar fram úr bæði að hugsun og orðfæri og hvað frumleik snertir, braglist og háttaval gefi ég honum gott sæti meðal jafnaldra hans. Þetta svolítið meistarastykki í einhverju óþægilegu hérna. Og svo kemur. Þann annmarka finn ég kvæðunum helst til foráttu að stæling sem sé skáleitarað hjá Matti, stæling annara kvæða, þótt óviljandi sé. Getur ekki dulist þeim sem bóklist voru að þekkja. Og svo kemur þessi gullvæga setning hérna í lokin. En til allra lukku samt svo vel og lipulega farið með annara hugmyndagós
að slíkt mun óvíða lita kvæðin í alþýðu manna augum. Þetta alveg stórmerkilegu texti. Matthías talar í öðru orðinu frumleik en í hinum að kvæðin séu en stæling á öðrum kvæðum þó að alþýðumenn eins og höfundurinn sjálfur, það náttúrulega pillan hjá honum Matthíasi, séu ómeðvitaður það. Þannig slæðir hann úr og í og það sem hann lætur hljóma jákvætt í lokin að höfundurinn fari til allra lukku vel með annara hugmyndagós í rauninni niðrandi hrós. Eða það sem á ensku kallað backhanded compliment. Ég hérna að vitna í hugtök í ritdómafræðum. Ekki tók betra við í ritdómi Sigurðar Sigurðssonar frá Arnarholti Íslandsvísur sem birtist í mánaðarritinu Óðni 1905. Þá voru liðin heil 2 ár frá útgáfu bókarinnar og í sjálfu sér merkilegt að ritdómari bíði svo lengi með að bregðast við og láti þá til skara skríða af svo miklum þunga. Þetta án efa hinn afdrifaríki ritdómur sem Guðmundur átti við í áðurnefndri lýsingu sinni sem hann ritaði þarna í eintakið og ég var að vitna í áðan. Sigurður Sigurðsson frá Arnarholti var nýrómantísk skáld, lærður lyfjafræðingur og uppeldissonur Björns M. Olsen, rektors lærðaskólans. Ætli hann var ekki kallaði kúltúrbarn núna. Í ritdóminum talar hann Guðmund og ljóð hans í hreinum háðstóni og ekki undir rós eins og Matthías hafði gert í gagnrýni sinni. Sigurður kemst svo að orði og hérna svolítið löng tilvitnun. Það hafa við og við sést athugasemdir kveðskap Guðmundar Magnússonar í blöðunum. Fyrsta kastið báru blöðin talsvert lof á kvæðin eða lögðu skálduna að minnstakosti líknaryrði, auðsjánlega til þess slökkvekki þennan guðdómsneista í fæðingunni. Nú eins og Guðmundur sé hættur að vera upp á teningunum, gröfin að síga saman yfir þessum lárberjum sem hann komst yfir fyrir tilstyrk hjartagóðra manna. Byrjar ekki vel. Og svo heldur hann áfram. Fyrstu ljóðmæli Guðmundar æskusyndirnar, hann hérna við heima á Erlendis 1899, voru ekki stærri en satt segja enga veginn smærri en flestra annara byrjenda. Það var fálm sem gerði hvorki til né frá, í því fálust engin óemd loforð á samvisku skáldsins og Guðmundur hefur því ekki svikið neitt með Íslandsvísunum. Ytri frágangur bókarinnar eða pappír og prentun eru hvort ekki ágætt. Kvæðunum fylgja myndir, segir Sigurður, eða vinjettur eftir Þórarinn Þorláksson. Þeim með öllu ofaukið. Kvæðin ekki svo djúpsæ að fyrir þá sök þurfi skýringa og sem sjálfstæðs list eru myndirnar einskisvirði, sumar hræðilegar. Og svo heldur Sigurður áfram í þessum háðstóni eins og það heyrið. Eins og títt stórskáld heimsins leggur Guðmundur enga dul á það að hann finnur hjá sér köllun og hann svo mikla að lesandinn á nálu með það hvort skáldið muni geta fleytt henni til lands á þessum kríu vangjum sem hann leggur upp með. Og svo segir Sigurður og vitnar í heiti tímaritsins, eða mánaðaritsins réttar sagt, Óðinn hefur eðlilega ekki rúm til þess að flytja heil kvæði þessu til sönnunar og síst þessi kvæði, já, þið skiljið undir textan hér, en svo að menn sjáu skáldsins orð verði að tilfæra 3 vísur úr Varða, sem þessi kvæði heitir Varði og birtist í Íslandsvísum og Sigurður vitnar í þessa línur Guðmundar Magnússonar sem kveður svo: En nafnitt vil ég sé til himins hafið og höggvið djúpt á einhvern fastan stað, svo allir megi eftirtekt því veita sem upp í þessar hæðir vilja leita. Tilvitnur Sigurðar í Guðmund líkur og hann segir: Svo mörg eru þessi orð, þau tala sínu máli svo þar óþarf að bæta nokkur við. Og hann heldur áfram að Sigurður: Í kvæðinu Þing heldur skáldið áfram í sömu tóntegund skáldið getur þess að nú þurfi ekki lengur útlenda snillinga til þess að mála eða mynda landvættirnar. Það nóg að íslensku snillingarnir geri það og lesandinn mun fara nær það hverjum Guðmundi muni þykja tiltækilegast að fela þennan vanda. Og svo kemur loka setningin sem ég vitna í hérna. Réttmæti þessarar mikillætis brjálunar
sem leggur eins og illan þef fyrir vit lesandans frá hverju blaði í bókinni, má segja með kerlingunni, fyrr má nú vera grátt í rót. Þetta er svakalegt. Þetta er alveg svakalegt. Sigurður frá Arnarholti tekur orð Guðmundar Magnússonar úr samhengi þegar að vitnar í kvæðið Varða, þessi kvæðið heitir Varði, minnisvarði í rauninni. Ljóðmælandinn í kvæðinu vill ekki enda í kirkjugarði á láglendinu, heldur klifrar hann upp í hæðir, kallast á við það sem Guðrún var að segja okkur frá hérna, fjallgöngumaðurinn Guðmundur, sko. Hann vill klifra upp í hæðir og heggur nafn sitt á hæsta efsta steinin sem ég finn, eins og segir í kvæði Guðmundar. Þessi steinn, eins og kemur fram í kvæðinu, tilheyrir ekki fjallsnúkonum sem hann stendur á, heldur hafa hann borist einhver staðar frá, eins og segir í kvæðinu, já. Ljóðmælandi leitar því hátt og samsamar sér steini sem stendur stakur og er úr tengslum umhverfið. Frá þessu segir Sigurður ekki í ritdómunum, heldur tekur þetta sem merki stórmennsku brjálæði Guðmundar. Matthías Jochumsson hafði aftur á móti í ritdómi sínum talið Varða með merkustu kvæðunum í Íslandsvísum. Það er kaldhæðnislegt að Sigurður frá Arnarholti orti sjálfur kvæði nokkrum árum síðar sem lýsir mjög svipaðri þrá. Kvæði heitið Haukaberg, þið kannast eflaust við þetta kvæði, þetta er frægt kvæði. Og birtist í blaðinu Ingólfi 1. ágúst 1911. Það hefst á lýsing á hauki, ránfugli sem horfir niður á heiminn úr hæstu hæðum. Og eitt er þetta svona: hátt á bergi, haukur situr, sækir ekki skjólin, sundlar ei, þótt velji brattan stólin, hræðist hvergi, hans er eðli einn og sér að fara, ofan frjáls og kaldur niður stara. Guðmundur hafði komið svipað orði í kvæði sínum: ég muni eignast bautastein í byggð, ég bersti fyrir slíkum minnisvarða sem þeim er fylla flesta kirkjugarða og eiga minna á ýmiss konar dygð. Nei, varðin minn við himinn gnæfir hátt og horfir niður á allt sem stendur lágt. Þetta er þessi kvæði Guðmundar í Íslandsvísum sem Sigurður, Sigurður frá Arnarholti hreifst af kenningum Nietzsches og kvæðið Haukaberg hefur verið tekið sem tjáningu á hugmyndinum ofurmenni, eins og Hannes Pétursson hefur fjallað í bók. Þá var í lagi að hreykja sér hærri en allir aðrir, en það þótti hins vegar aðfinnsluvert ef réttur og sléttur prentari leyfði sér að yrkja kvæðið þessum dúr. Hann gat ekki verið ofurmenni, heldur hlautan að vera haldinn stórmennsku brjálæði. Fugla myndmál Sigurðar minnir auk þess og annar kvæði sem hann gerða umtalsefni í ritdómi sínum bók Guðmundar. Sigurður vitnaði það til kvæðisins Þings, þegar hann hættist að skáldinu fyrir að segja að ekki þyrfti útlenda snillinga til þess að mála eða mynda landvættirnar. Annað erindi kvæðisins Þings, eftir Guðmund Magnússon, er svona: hér safnast oft haukar og setja þér þing, hér svífa þeir beinflegu ernir kring og hreiðra sig hæst upp við tinda. Og hér byggja landvættir hörga og gil, svo hér þarf við útlenda snillinga til að mála þær upp eða mynda. Ég held að Guðmundur noti hér orðið landvættir ekki þeirri merkingu sem við kannski tengjum við og er byggðuð þetta á skjaldarmerkinu og lýsingu heimskringlu, held ég hann eigi bara við þessar vættir í þjóðtrúni almennt. Þetta þyrfti að rannsaka nánar. Þannig líkist afstæðan og myndmálið Haukabergi einmitt þeim kvæðum Guðmundar sem Sigurður gaggrýndi hvað harðast. Það er engu líkara en hann hafi hamast gegn því sem hann hreifst af í laumi. Og kannski átt hann erfitt með að fyrirgefa Guðmund af orðunum fyrir til að yrkja þannig sérstaka hátt. Aftar í því tölublaði Óðins sem ritdómurinn birtist í var svo prentuð stuttu athugasemd frá ritstjóranum Þorsteini Gíslasyni. Og þar segir: þó ritstjóri Óðins telji ritdómsgrein Sigurðar Sigurðssonar Íslandsvísur að mörgu leyti ósanngjarna og kunni ekki sem best við að alltaf sé verið að telja eftir Guðmundi Magnússyni þann litla styrk sem Alþingi einu sinni veitt honum, þá er hvorugt af þessu ástæð til að hafna greininni sem annars er vel skrifuð og þar auki eftir eitt af efnilegustu skáldum okkar af yngstu kynslóðinni. En jafn heimilt er Guðmundi skáldi Magnússyni rúm í Óðni til þess að svara gagnrýninni. Nú síðari hluti ritdómsins eftir Sigurð
birtist í næsta tölublaði Óðins. Sigurður hélt þar áfram gagnrýni sinna á Íslandsvísur og tók nú fyrir efnistök og form kvæðana. Fann hann þeim flesti foráttu og týndi til mörg dæmi þess. Niðurstaða Sigurðar var að ljóðin í bókinni væru eins og blóðlausir fuglar sem bæra ekki vængina. Guðmundur Magnússon svaraði svo þessum ritdómi aftar í sama tölublaði Óðins. Svar skáldsins í senn fullt af sársauka og reiði og felur frekar í sér tilfinningaviðbrögð heldur en tilraun til að svara gagnrýninni á efnislegan hátt lið fyrir lið. Eitt það atriði sem sérstaka athygli vekur og varðar í raun stöðu Íslandsvísna sem bókar. Þetta mjög áhugavert. Guðmundur segir í svari við ritdómi Sigurðar frá Arnarholti. Þessi bók sem hér að ræða hefur aldrei verið boðin almenningi til kaups. Hún var gefin út og prentuð algjörlega prívat. Handa nokkrum mönnum sem höfðu skrifað sig fyrir henni fyrirfram og þess vegna var upplagið ekki haft 150 eintök. Greinarhöfundur, sem sé Sigurður frá Arnarholti, veit því ekkert hvað hann að tala í upphafi greinarinnar. Bókin var alls ekki boðin honum. Til þess sá ég manninn og vel út. En fyrst Sigurður hefur séð bókina, þá hlýtur hann líka að séð það að prenta var með skýruletir á titlinblaðið á henni að hún væri prentuð sem handrit og þetta skáletrað. Slíkar bækur eru aldrei sendar blöðum eða tímaritum til umtals og allir vel séðaðir menn líta svo á að ekki eigi við að tala þær opinberlega. En Sigurður hefur legið meira á að spýta yfir hana gallinu en svo að hann gæti gætt þessar allsherreglu, segir Guðmundur síðan. Sem sé, Guðmundur skilgreinir bókina sem prentað handrit sem aðeins ætlað þröngum hóp til einkanota eða algerlega prívat eins og hann orðaði það. Sem prentari hefur hann þekkt þetta form sem svarar til þess sem á dönsku kallast trygt som manuskript og ekki haft til sölu heldur ætlað ákveðnum lesendahópi. Þetta trygt som manuskript, þetta bara orðabókarskilgreining ef þið viljið fá hana. Trygt som manuskript en angivelse på en trygt bog eller et småtryk af at skriftet beregnet for en snæver kreds og ikke offentlig til salg. Viljið fá dæmi? Finnur Jónsson síðar prófessor gaf árið 1893 út Carmina Norræna það stendur þessi á titilsíðunni trygt som manuskrift til brú við forelesninga. Þetta bara til, þið vituðu hvað máli snýst þetta ekki, þetta bara til í rauninni þröngshóps. Og það það sem Guðmundur á við. Guðmundur hefur því ekki litið svo á Íslandsvísur höfðu stöðu útgefinnar bókar sem í almennri dreifingu eða sölu og lítur þeim umræðulögumálum sem gilda á opinberum vettvangi. Þetta rímar við þá lýsingu hans á tildrögum bókarinnar sem vitnað var til í upphafi og að finna í áritað eintækinu sem að færið Háskóla Íslands að gjöf. Íslandsvísur urðu Guðmundi Magnúsinni ákveðin lífsbjörg eftir erfið veikindi og atvinnuleysi eins og hann lýsir í áritun sinni. En viðtökur bókarinnar urðu líka afdrifaríkar fyrir hann og svo neikvæðar að hann taldi sig ekki geta skrifa lengur undir eigin nafni. Hann mætti yfirlæti manna sem stóðu ofar í samfélagssteganum og töldu sig geta tala niður til hans, hvort sem það birtist í niðrandi hrósi Matthíasar Jochumssonar eða háðsglósum og hreinni fordæmingu Sigurðar frá Arnarholti. Bókin átti að fara leynt og aðeins rata til styrtarmanna höfundarins, en á endanum var það höfundurinn sem þurfti að fara leynt og skrifa framvegis undir dulnefni. Þannig björguðu Íslandsvísur Guðmundi Magnúsinni til lífsins leið og þær kostuðu hann höfundarnafnið. Takk fyrir. Bestu þakkir, Sveinn. Þá komið að fjórða og síðasta erindinu fyrir kaffihlé. Og ætla ég að opna glærurnar. Og það Hlynur Helgason, dósent við Háskóla Íslands sem að flytur erindið Birtingarmynd lands. Gjörðu svo vel.
Já, ég er með að endurflytja Erindið Sveins nema með myndum. Reyndar ætla ég að fjalla frekar lítið Guðmund Magnússon og meira Þórarinn B. Þorláksson af því ég þekki hann betur, en samt þetta mjög merkilega verk sem hefur sennilega aldrei verið gefið út, þannig að ég ætla að benda öllu sem eiga þetta á, þetta er sennilega ennþá í höfundarétti, því að það er varið, ég held að verk séu nú orðið varin í 70 ár eftir útgáfu. Þannig ef ykkur gefur þetta út, þá getur hann notið höfundarlunina lengi. En ég ætla að byrja samt á því, þetta rit er ansi merkilegt rit og ég held að verða að segja það að slæmar viðtökur ritsins hafa sennilega verið, íslenskri útgáfustarfsemi til vansa og það hefði verið gaman að sjá framhald af þessu samstarfi þeirra félagana eins og svo oft áður þegar að menn eru það bil einu aðilarnir á viðkomandi sviði. Á þessum tíma var Þórarinn eini myndlistarmaðurinn á Íslandi. Þeir eru orðnir núna 1000, þannig að þetta er örlítið breyst. Þetta er eins og íbúafjöldi Seyðisfjarðar á tímabili. Að þá fór hann í mörg önnur verkefni. Hérna, ég veit ekki hvort ég legg í bendil, ég held ég fari bara að sýna ykkur þetta beint. Hérna eru tveir á mynd sennilega 1895 þegar báðir eru hjá Ísafold. Hérna er Þórarinn og hérna er Guðmundur. Eins og sést á þessari mynd að þá er í raun og veru, þá er staðið þeirra mjög ólík. Við getum sagt að Þórarinn er þarna virtur bókbindari, fær að vera með stóru köllunum þarna í miðju myndarinnar. Guðmundur situr þeim til fóta, enda er hann þarna sennilega aðalíði að sópa og svona blanda prentsvertu. Áður en að þeir flakkat aldrei mikið þarna, eða sérstaklega Þórarinn milli Kaupmannahafnar og Reykjavíkur á þessum tíma og hann fer í nám, og Guðmundur fer líka í nám og lærir prentun, en þeirra, getur við sagt, lífsferill átti að verða annar eftir aldamótin. Þórarinn raun og veru náði að skapa sér sess og við getum skoðað hann fyrir að klára myndlistanámið sem að Guðmundur er að guttla við, enda sótti Guðmundur meira í rithöfundastarfið og Þórarinn fer upp úr svona það litbil sem bókinni komin út, þá er hann farin að kenna teikningu víða og mér finnst þetta er uppáhaldsmyndi mín af Þórarni að finnið bóhemin í hópnum, bara til þess að gefa tírandan. Hérna eru allir mjög stífir fyrir kvennaskólinn, hann var ekki hérna þar, og hver liggur hérna hvað? Þetta sýnir líka hvaða umhverfi þeir tveir voru að vinna í. Þeir voru greinilega vel tengdir eftir þessa Kaupmannahafnar dvöl og vinnu hjá Ísafjarðarprentsmiðju og þannig við getum sagt það að þó svo að Þórarinn hafi seinna verið gagnrýndur fyrir að vera íhaldssami myndlistarmaður, að þá var hann allavega típan til þess að vera bóhem á þessum tíma. Og við vitum það líka að Þórarinn hann átti eftir að kenna mjög mörgum sem seinna urðu myndlistamenn á Íslandi, held að 1915 voru þeir orðnir heilir 3, þannig að þetta er alltaf aukast sko, þetta var mjög hröð aukning þarna þessi árin. En Þórarinn varð, og það sem ég ætla að skoða núna er í raun og veru þessi merkilega bók, að þetta er mjög merkilegur prentgripur, sérstaklega í sögu prentunar á Íslandi, þó hún hafi ekki verið gefin út. Hún er, við sjáum, ef við skoðum hérna er kápan, Íslandsvítur, og þarna sjáum við prenta sem handrit sem að vera að tala um áðan. Að þetta er flókið verk í gerð, þetta er verk þar sem að þurfti að gera myndir fyrir verkið, skipuleg geta vel, það þurfti að taka ljósmyndir af verkinu á glerplötu, senda þessar, gera kópjur eftir þessum ljósmyndum, sennilega á albúmin pappír og senda viðkomandi ljósmyndir til Vínarborgar, það var greinilega ekki ennþá komin aðstæð til að gera þetta í Kaupmannahöfn, giska ég á. Þar var skellt yfir þær vírramma og búnar til koparplötur eftir viðkomandi ljósmyndum og það er síðan sendar heim. Bókin er síðan prentuð að öllum líkindum, textin fyrst, síðan þurfti að keyra hana aftur í gegnum prentuvélina til þess að prenta ljósmyndirnar af því þær voru gerðar með allt annar í tækni. Þannig að þetta er fyrir tíma offsetprentuna, þetta er fyrir tíma þeirra prentur sem við sjáum, þannig að í prenttækni skilningi er þetta mikið tímamótaverk. Og ég veit ekki alveg hversu mikla peninga bara við það að gera klísjurnar í Vínarborg, þetta verður að kosta þó nokkuð pening fyrir Guðmund að senda út.
Skoðum, ég ætla aðeins að byrja á því að skoða aðeins bara fyrstu svona opnunina á bókinni. Hérna erum við með kápuna. Þetta eintak nr. 31 af þessum 150 eintökum sem voru gerð. Þannig að þetta eiginlega eitt fyrsta bókverkið á Íslandi í nútíma skilningi. Hérna Draumalandið sem svona, þannig getum við sagt, mest lagt í klísjuna. Þeir eru að skoða og þeir eru að gera tilraunir með vissa tegund af myndprentformi og þið sjáu líka að á kápunni þá eru þeir tveir gerðir sem megin höfundarverksins í raun og veru. Þetta ekki myndlýst bók Guðmundar, þetta höfundarverk sem inniheldur myndir og texta. Þannig að krítíkin að myndunum hafi verið ofaukið afar sérkennilegt. Þú ert í raun og veru verk sem þetta lagt til jafns, þannig að í raun og veru þá mjög sérkennilegt að telja að annar helmingur verksins sé óþarfi. Annað í þessu líka, og við lesum það auðvitað í eftirmáli hjá Guðmundi, að þetta verk það átt að fylgja mynd með hverju einasta ljóði. Ég vona því frekar að ljóðin hafi orðið of mörg sem þeir vildu prenta frekar held, þannig að eftir að þeir senda, þetta örugglega hálfsársferli að gera myndirnar, þá hafi aukist við bókina í millitíðinni. Af því við sjáum það líka að nokkru myndum var bætt við eftir á sem eru ekki gerðar með þessari rastatækni sem að flestar myndirnar eru, þessum dýrustu myndirnar eru gerðar í, og Guðmundur afsaka það að skuli ekki fylgja myndir með öllum ljóðum, eins og lofað hafði verið. Þannig að hann lofar því í upphafi, hann kynnir þetta form, hann lofar sínum 150 áskrifendum því að þetta eigi að vera jafnvægi á milli mynda og ljóða. Þó það verði það ekki að lokum. Þannig að við opnum á Draumalandinu og þarna erum við með, getum við sagt, myndklísju sem að fellur, það sem hún fellur svona unnin í kringum ljóðið og þetta reyndar eina klísjan sem að geri það. Aðrar klísjur eru gerðar oft opnar, þannig að þeir opnist inn í ljóðflötin en þessi gengur lengst í því. Og þetta inngangurinn, þetta inntækið áður en við förum yfir í það að eins og við sjáum á næstu síð þá fáum við Íslandsvísur og þá sem tilengað þingmönnunum sem að veittu þennan fræga styrk sem að Guðmundi var ekki mjög vel þolaður. Og hérna sjáum við að þetta mjög óvenjuleg uppsetning að þetta megin myndin í bókinni og hún höfð á hlið, þannig að þú þarft að snúa bókinu á hlið til þess að skoða þessa mynd en þeir hafa greinilega vilja hafa þessa mynd stóra. Og stærri heldur hún kæmist fyrir í lítinn flöt þar sem við fáum svona eitthvað sérkennilega borða sem trúlega vísun í þingið sjálft. Klísja fengi frá Danmörku að öllum líkindum. En hérna sjáum við þessar tvær myndir saman sem að svona gefa tónin fyrir bókina. Myndirnar í þessari bók eru vatnslítamyndir sem hafa verið teknar á glerplötu og eins og ég sagði áðan, gerð mynd eftir þeim sem sendið til Vínarborgar og syngið hingað tilbaka til þess að þeir verðu prenthafar á Íslandi í bókinni. Og hérna sjáum við svona tvær myndir eftir Þórarinn, þetta upphafið að þetta eru táknrænar myndir fyrir hans myndheim sem ég ætla að fjalla aðeins betur og eftir. Hann hann að búa til sína aðferð við að túlka landið og þetta eru akvarellur og þær eru gerðar styrtar til þess að vera prentaðar og við sjáum að hann byggir upp flötin, hann rífur flötin hérna á mjög djarfan hátt og hérna gerir hann myndina þannig að hún fer ekki út í hann teknar inn á miðjan flötin til þess að gefa til þess að opna hana fyrir bókverki sem slíkt. Þannig að þetta ólíkt því sem að hann myndi gera vatnslítamynd á þessum tíma sem hefði verið römmuð af á mjög skýran hátt. Hérna sjáum við allar myndsíður bókarinnar og þarna erum við með í raun og veru, þannig að það eru ansi margar myndir í þessari bók, þær eru sem sagt 19 sem að sjást í þessari bók fyrir utan forsíðumyndina sem prentuð tvisvar. Hún bæði notuð forsíðu inn í bókinni. Þannig að þetta ansi mikið verk. Ef við skoðum þetta nánar, sjáum við að í upphafi setur hann sterkustu myndirnar og svona þessi ekkjumynd hann ekkert sérlega góð, þannig að það svona
getum sagt gegnumgangandi versta myndin í bókin, enda ekki landslagsmynd, það var styrkur Þórarins. Síðan fáum við öflugur myndir hér inn og síðan koma tilraunakendari myndir og endum síðan í meiri. Þessar myndir eru greinilega gerðar eftir á, þetta eru ekki samskonar klísjur, þarna hefur verið búið til klísjur á staðnum og þannig að myndirna verða léttvægar eftir þessi líður á bókina. Þannig að sterkustu myndirnar eru í upphafi. Þannig að jafnvel ímyndamaður sér að það hefur orðið tímaskortur þarna þegar menn voru að gera þetta, því að það er ekki alveg heildarmynd á hlutunum þó að margt sé áhugavert. Og ég ímynda mér líka að þetta hafi verið dálítið samtalsverk, þetta hafi verið, þeir voru framsæknir, þeir voru að vinna við prentsmiðju og þeir ætlaði að gera stóra hluti fyrir mjög selektívan kunnahóp samt sem áður, sem er líka áhugavert. Þetta var ekki popverk, þetta var verk sem var í raun og veru hugsað sem listaverk. Hérna sjáum við þær 3 myndir sem að Guðmundur gerir, sem ég ætla aðeins að skoða fyrst. Það eru þessar 3 myndir sem að hann hefur gert í bókina, enda eru myndirnar að megninu til eftir Þórarinn. Hann setur samt 3 myndir inn og við getum séð aðeins kannski þeirra samvinnu að þessu leyti og kannski hans reynslu sem sviðsmynda höfundar. Hérna á baksviðinu áður en menn fóru að búa til sviðsmyndir með sjávarpun. Hérna eru þessar 3 klísjur sem að eru eftir Guðmund. Og þetta eru misjafnar myndir. Við erum með Tröllakirkjan er langsterkasta verkið í þessum 3. Þegar sólin sest er óþarlega, óhólflega naív, þannig ég ímynda mér að Tröllakirkja hafi kannski verið gerð undir handleiðslu Þórarins í þessu tilfelli. Það er ólíkur stíll í þessum verkum. Síðan er óttusöngur, það er búið að vinna klísju inn í þessa blómatekningu, ég veit ekki alveg eins og þetta er svona eina af þessum myndum sem eru einhvers konar eftir á hugsun, en þessi mynd er sögð vera eftir Guðmund. Þannig við sjáum hérna að við erum með dálítið öfluga Tröllakirkjuna vandlega unnin og bara nokkuð fastmyndarmynd. Síðan er þessi í sinni formgerð eru mikið lausari og skýin afar sérkennileg. Það er samt svona einhverja tilraunir til þess að brjóta formgerðina jafnvel einhverjar hugmyndir, einhver hugsun nútíma myndlist í sjálfur sem getur verið. Og svo þessi skemmtilega dulúðug en sést mjög lítið hvað er á henni. Þannig að þetta er þáttur hans í þessu verki og síðan komst ég að merkilegu hlutum sem ég fannst mjög merkilegt að skoðuð ferðlað bæku bókina. Að það er til í Þjóðminjasafninu er til ein ljósmynd eftir Árna Thorsteinsson sem að er af þessari mynd. Þannig að þetta dugði mér til þess að sanna í raun og veru hvernig þetta virkar. Við sjáum það á þessi ljósmynd þetta er mynd sem að trúlega hefur verið eina af þeim myndir sem sent hafa verið út. Við sjáum hvernig þetta myndirna breytast þegar að ljósmynd er sett í svona prent þá verður hún alltaf sting. Verður meiri litfarfi sem fer í. Þannig að hérna er upphaflega myndin, hún er trúlega líka orðin ljósari gegn ljósmyndavinnsluna en tiltölulega vel gerð. Við skoðum, klettarnir eru fallega gerðir en ef ég væri Þórarinn þá hefði ég sagt að það hefði þurft að leggja aðeins meiri vinnu í hvernig vatnið flæðir. Svona ef ég færi í teknikkennarafílingin, þar sést að við erum með amatör í sjálfu sér á þessu leyti. En fjöllin eru velunnin og í raun og veru klettarnir, þannig að við getum alveg séð þessari mynd að þó svo að myndir sem við sjáum áðan eftir Guðmund hafi verið dálítið, ekki mjög spennandi þá að Guðmundur hefur haft hæfileika. Hann gat beitt pensli og hefur örugglega nýtt það hér að ykkur leyti. Yfir til Danmerkur. Aðeins að skoða þessar myndir. Þetta er í raun og veru hluti af því sem við getum kallað birtingarmynd Íslands hjá fyrsta íslenska fagmyndlistamannunum sem var að nýta sér landslagsmyndir. Það hafðu margir aðrir gert landslagsmyndir en Þórarinn sennilega svo fyrsti sem er opinber listamaður á þessu leyti. En þetta er mynd eftir Harald Fredrik Foss og við erum að skoða þarna
málara sem að mála það sem við kalla stemningsmálverk, sem í raun og veru norður, evróst, amerískt afbrigði af naturalisma, þessi menn að reyna að sýna náttúruna eins og hún birtist þeim. Inn í þetta málverk fáum við áhrif frá impressionisma, svo ég túlki aðeins. Þaðan kemur líka nafntengingin, stemming, sem þetta impression. Þetta Foss sem að við vitum að Þórarinn lauk námi sínu hjá. Björn T.H. segir að hann hefði orðið leiður á því hvaða akademían, hann segir það alla sem voru í Kaupmannahöfn, hvað hún hefði verið tyrfin og erfið og leiðinleg og stíf, þess vegna fóru þeir annað til að klára nám sitt. Þórarinn fer til Foss og þar í einn vetur, þannig að það við getum sagt og við sjáum það í hvað hann að sækja. Hann að sækja í vissa mynd sín. Og það margt sem við getum sagt að sé líkist milli Þórarins og Foss og það að leiðandi, en margt sem ólíkt. Hérna erum við hins vegar með aðra mynd eftir hann sem við gerðum svipað leyti og Þórarinn var hjá honum. Hérna hann að skoða þessi myndir eiginlega leyst upp í það sem þokan svo yfirgnæfandi að það eins og að sé, við erum hætt að sjá myndin í sjálfu sér, þannig að þetta svona svipaða myndir. Þarna sjáum við hvernig Foss hefur þróast yfir í mikið meiri detail og smáatriði myndum sínum. Hérna hins vegar hinn póllinn í danskri landslagshefð á þessum tíma sem að meira impressionískur. Þetta eru menn sem urðu mjög róttækari kringum 1880, urðu naturalískari með tímanum. Og þetta P.S. Krøyer sem að í raun og veru einn af þessu þekktustu skagamálurum. Þannig að þarna sjáum við að pensilskriftin mikið lausari, en samt naturalismin og náttúrutúlkunin sterk. Og það sem kannski einkennir þessar myndir naturalistana það víddin í myndin og dýftin. Skoðum aðeins Þórarinn og hans þróun. Hérna sjáum við akvarelumynd eftir hann frá Snæfellsjökli kringum 1898, mynd sem gæti haft áhrif á það hvernig þessi myndbirting var í þessum myndum sem í bókinni. Þetta mynd sem í Listasafni Íslands eftir hann. Og síðan yfir í þekktu myndirnar, ég treysti því að sé þessar myndir flestir allavega. Þetta Þingvellamyndin sem var á því fyrstu sýningu Þórarins árið hér í Reykjavík, þannig að þetta eina af þessu myndir sem hann sýndi þar, þannig að þarna sjáum við svona hans stíl vera að birtast. Fjalla aðeins betur þá eftir. Ein svona tiltölulega óþekkt mynd eftir Þórarinn sem þetta mynd frá 1902, það leyti sem þeir félagar að vinna saman þessa bók. Þetta eru reynistrangar og þarna sjáum við í raun og veru viss einkenni að það kannski skemmtileg mynd sem sýnir fjarskan. Við sjáum þarna bæi, sjáum reykinn frá bæjum sem stendur hér, þetta einn bæir og þetta gæti mögulega verið skip út á flóa. Það sýnir mannlífið. Þórarinn ólíkt sínum dönsku lærimesturum, hann einfaldar hlutina meira. Þannig að hann einfaldar formin, hann einfaldar fletina og í svona á listfræðimáli það dýft í myndinni, hún alltaf myndflöturinn, það meiri áherslu á myndflötin heldur en bara dýftina. Og ef við skoðum til dæmis eina hans þekktustu mynd, þetta alþjóðlega þekkt mynd eftir Þórarinn, þá sjáum við þarna hann að skoða mjög friðsælt íslenskt landslag. Þetta ekki byrjun febrúar í Reykjavík, þetta svona þetta sumarnótt, jafnvel ímyndum að sér í Borgarfirði, sem hann að skoða, hesturinn þarna aftur inni. Skoðum þessar myndir, þá sjáum við að í raun og veru að Þórarinn að skapa sinn sem frumkvöðull á Íslandi að skapa sér afar sterkan stíl í sinni myndbeitingu, ólíkt því sem við erum að sjá í Danmörku. Þannig að við erum með fjölbreytnina, við erum með mjög fjölbreyttar variasjónir, allt frá Norður-Ameríku yfir England, yfir Norður-Þýskaland, yfir Skandinavíu á þessari náttúrubirtingu. Þórarinn kemur inn í það róf og hann kemur þar inn sem tiltölulega sjálfstæðu karakter og ég held að myndirnar í þessari bók eru hlut af því og kannski hefur það að eini myndlistarmaðurinn í Íslandi, Ásgrímur ennþá út í Danmörku, Einar út í Danmörku,
gasalega fátækur í sínu stúdíói með öllum fjónslistamönnunum, þannig að ég hugsa við getum sagt það að þetta samtal í Ísafoldarprentsmiðju milli Þórarins og Guðmundar hafi verið mikilvægt, þó að Guðmundur ekki farið þessa leið, samt að þetta var greinilega mjög mikil framfara hugsun sem var þarna í gangi. Skoðum aðeins bara svona dæmi, ég var að bara fara í gegnum ljósmyndir af verkum Þórarins frá þessum tíma. Þetta gæti hafi verið mynd sem að mögulega hafi komið til álita í bókina. Þetta er mynd frá 1902, á þeim tíma sem að þeir voru að gera þessar myndir, mjög fallega unnin blýantstekning verði ég að segja. Svona það sem hann er að skoða, leggur landslagi vel, smáatriðin, síðan dregur hann mannlífið fátæklegt fram. Hefði alveg hentað við ýmislegt sem að Guðmundur átti eftir að gera í realisma seinna, sem svona birting á bæ við ystu nöf bókstaflega, við Mjóafjörð eða hvað sem þú hefur. Þetta er enda strútur, Mjóafjörður er ekki þarna neinstaðar nálægt. Þannig að hérna sjáum við myndirnar aðeins betur. Hérna byggir hann upp heilstæða mynd sín, dálítið dramatíska í raun og veru í Þingvallamyndinni. Reykjavík er mjög skemmtilega einföldun niður í fleti. Við sjáum umræðina sem er í gangi í þessari myndgerð, hann er að gera mikið að tilraunum, mjög skemmtilegum eiginlega í þessu. Enda teikni vatnslitamiðillinn gefur meiri möguleika heldur en málverkið. En ég held að þetta sé dálítið mótun í þessum verkum, í því sem hann er að þróa með sér sem, eins og ég segi, birtingarmyndu Íslands. Það var hans skylda að gera það í þessum tíma. Aftur hérna sjáum við tvær myndir, Varði, þarna mjög skemmtileg og mjög dramatísk, dregin fram í mjög, þetta eru bara 3-4 fletir inn í myndina. Þingið, þarna er hann að vinna með, dregur hann fram, áherslunar mjög sterkt, þetta er í raun og veru mynd sem er meira teikning heldur en mynd, þó það sé rýmin í hana. Og síðan Tröllakirkjan, hún tónar, við sjáum að í raun og veru mynd Guðmundar þarna, hans besta mynd, þarna tónar alveg vel við það sem að Þórarinn er að gera, þannig þær eru í stíl. Þessar myndir eru líka áhugaverðar, mér finnst einhvern mjög skemmtileg sem slík í því þeir eru að gera tilraunir með myndlýsingu, myndskreitingu, samspil mynda og texta og þarna leyfir hann sér meira að segja það er dísin sem er áherslan, hitt er bara í lauslegri teikningu inn í myndinni sem er miðmyndið þarna. Brennugjá, þar er líka, þarna er kletturinn málið, annað leysist upp í myndletinum og meðan að grindaskorð er eiginlega, þar er allt eiginlega í sama plani þó sé landslagi í myndinni. Þá held ég sé bara búin.